Gísli Tryggvason, þú ert næstur á mælendaskrá. Já, formaður góðu félagar og aðrir áheyrendur. Ég þakka fyrir greinagóða lýsingu formanns nefndars lýðræði og fleira á markmiðum og nýjum tillögum hérna. Fyrst langar mig að taka undir með Ara að ég hef bent á það áður að með einni kynslóð held ég að það svona máist aðeins út landsbyggðartengingin. Sem dæmi má nefna þá skilgreini ég mig enn sem landsbyggðarmann og Akureyring þó ég hef ekki búið þar fast í 25 ár. En ég efast að afkomendur mínir geri það með sjálfa sig. Þannig að það þarf að huga þessu og ég er sammála Ara að það þurfi helst að hækka þessa hlutfallstölu. 2,50 finnst mér full lágt. Og síðan langar mig að taka undir með Silju Báru að þessi nýja tillaga kynjamarkmiðið hún er sértækari. Hún segir hvernig á að ná ákveðnu marki en ekki bara að skuli ná því og það var meginatriði hjá okkur sem fluttum þessa tillögu fyrir 2 vikum síðan og sömdum hana allnokkur að það skildi kveða á markmið sem er að kynjahlutfall sé sem jafnast eða að stuðla skuli á því að tryggja, ég kemst nú ekki inn á veginn til þess að flettu borðalaginu. En það er ekki gengið svo langt í þeirri tillögu að segja að það skuli vera eitthvað ákveðið hlutfall til dæmis 40-60 eins og sumir stjórnmálaflokkar eru með. Þannig að þetta var væg leið en sú leið til að okkar hún var heldur ekki það hvernig þetta gera þetta heldur að það skildi gert og eins og Silja bara bendir á þessi leið hér að hafa skildu til þess að veita framboðum heimild til þess að tryggja hlutfall sé sem jafnt milli kynja jafnast, þá er búið að velja eina leið af kannski mörgum möguleikum. Þannig að ég vil nú árétta þessa hugmynd okkar að skylda löggjafinn til þess að finna einhverja leið til þess að tryggja sem jafnast hlutfall kynja, sem í mínum huga er mjög mikilvægt sem mótvægi við persónukjör, þó að það sé vinsælt og nokkuð mikilvægt og nánast jafn mikilvægt og landshlutabindingin. Og síðan langar mig aðeins að koma inn á það sem að Katrín nefndi varðandi stjórnmálaflokkana, styrkir til stjórnmálasamtaka. Hér segir í annarri grein upplýsingar framlög til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda sem bjóða fram í almennum kosningum skulu vera aðgengilegir almenningi svo fljótt sem auðið er. Þetta þýðir að ef að flokkur fær stóran styrk frá hagsmunasamtökum 2 dögum fyrir kosningar eða bara á kosningadag, þá er náttúrulega ekki hægt að birta þetta fyrir eftir kosningar. Þannig að það þarf að vera einhver frestur þarna, eins og til dæmis vika, að það verði allir styrkir komnir upp á yfirborðið fyrir kosningar og helst nokkurum dögum. Og það eru fyrirmyndir að þessu varðandi takmörkun á skoðanakönnunum tilteknum tíma fyrir kosningar í öðrum ríkjum, þó ég kunni það ekki í smáatriðum. Þannig að þá þarf að binda þetta. Þetta er ekki nóg. Og svo vil ég árétta það aftur sem ég hef sagt áður að kosningar er lagalegt hugtak sem að felur ekki í sér atkvæðagreiðslur. Þannig ég held að stjórnarskrár binding sé ekki nægileg til þess að það þurfa að taka fram í stjórnarskránu sjálfri en ekki bara greinagerð til þess að binda það að hagsmunasamtök, hvort sem eru gömul og varanleg eða nýstofnuð, að þau hafi ekki algjört frelsi með það hvernig þau skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslum mikilvæg málefni eins og við erum að ítundra séu. Og loks aðeins að bakka yfir í jafnræðisákvæðið varðandi kynjahlutfallið. Ég held að sé ekki rétt hjá Pavel að stjórnarskrárgrein geti brotið aðra grein. Það er þá bara skýra til samræmis og þá er almenn regla í stjórnlagafræði að sértækari grein er skýrð framar hinni almennu. Þannig að sjálfsögðu ef við kveðum á svona kynjamarkmið í kosningareglum stjórnarskránar þá myndi það ekki stangast á við almenna jafnræðisreglu stjórnarskránar. Takk.